heilsar frá Epic stúdíónu úti í Granda. Dóttor fútból, það hefur nú oft verið stórt hjá honum en aldrei eins og núna. Því að ég raun og veru, sko ef það væri 1985-6 núna, þá væri ég með Jón Pál og Ómar Ragnarsson. Þetta bara, það verður ekkit stærri en þetta. Auðun Blöndal mættur í hús, hann að frumsýna þættina Banna að hlæja seríu 2 í kvöld. Já, kom inn á plúsinn. Já, ætti að koma í hátteginu, kemur þessi þáttur ekki í hátteginu? Jó. Þá þetta mætt á Sýn Plus. Kemur svona 1 í 1 eða... Já, 1 í 1. Hver í kvöld? Það Tvíhö, Jón Gnarr og Sigurjón Kjartans, Sunnefa Einars, Patrekur Hæmi og Herra Hnetusmjör. Já. Þetta mjög svona dreifður hópur. Þú hringt í Eiðsmára og beðið hann að koma og hann hefur svona... Nei. Ég þarf að velja vel þættina sem ég þarf að plata hann í. Hann meiri sann neitaði að koma í atvinnum en okkar en við flugum samt út. Já. Ég vissi að ég komin út með krúið og myndi hann ekki enda okkur heim en hann sagði nei þá. Strókar, ég hérna með happatreyju strókar, Búlis, sama hvað Eiður opnar, þá finnið marka mútið slið, því að þetta mestmengnis úr enska boltar og svona, þannig að happatreyjurnar, þannig að þeir fari beint í að finna mark með Eiði Smára. Þetta þarf að vera afturhelding og þarf að finna mark með mér. Já, þú veist, við gerum það. Þú verður bara ráðast að opna þetta bara. Í Old Boys? Nei, ég á mörkamótið þeim í fyrstu deild. Í fyrstu deild? Old Boys slag. Ég varst ekki, hættur ekki eftir að þú neldir eitthvað barn niður hérna? Jú, þá var það ekki lokin á ferlunni á þér? Jú, þá ég orðinn 35 ára og að spila með hérna, hvað heitir það aftur? Létti. Já, Létti. Já, ég man eftir því. Það var ekki gott moment fyrir mig. Það var ekki Rikki G að þjálfa þig? Jú, það voru alvöru ræður í hálfleik þá. Hann kann að peppa mannskapinn. Þetta komið ráðist á þetta stráka mínir, minn á það að ef þú kannt allt heimaður þá þarft ekki Giggo eins og Auðun Blöndal, hann setur allt upp sjálfur heima á sér en fyrir þá sem að þurfa aðstóð þeir nú nýta sér Giggo. Ég mun nota Giggo. Já, hvað veist þú? Þú veistu Viggan? Viggan? Þú átt ekkert marka mútið Viggan eða? Ég? Já, nei. Nei, ekki mútið þeim. En hvað Ekki heldur. Nei, ok. Átt ekki marka mútið Viggan? Ég held ekki. Það hlýtur að vera. En þetta samt flott treyja. Já. Fyrir vel. Hvað er við hérna með? Það Smárin í Völsungur. Það Völvararnir. Það Hibbörn, nei. Jú, Hibbörnian. Hibbörnian strókar. Uppáðsliðið okkar. Þú mæntalega ekki skora Það væntalega ekki, þarna klúðruðu við svo aðeins. Átti hann að fá Viggan-treyjuna? Búlis. Nei, þú átti ekki marka mútið. Já, ég held að við erum búin að Ok, má ég sjá þetta? Já, ég veit hvað þetta er. Má ég sjá þetta mark hérna? Þetta var alltaf Þannig að það marka múti Hibbörnian. Ég sagði ykkur með Barcelona. Já. Hvað er þetta? Bara töts og við. Nei. Þetta er mark. Þetta er alveg mark. Já. Sagði ykkur það? Saman hvaða treyja kemur, við værum klárið með mark. Það er svo gott mark, ég man ekki eftir þessu marki. Þetta er bara undirbúningstímabil. Já. Fyrsti leikurinn hjá Guardiola. Hrikalega gott mark þarna og létt höts og svo rist gegn Túborg grænum leikmönnum Hibbörnian og ég minna það að Túborg er sjálfsögur búin að vera lengst með Dóttor fútból og það fæst meðal annars í smáríkinu. Bara öflugasti maður á Íslandi þegar kemur á mataræði er Auðun Blöndal. Hann borðar holt alla daga, fitnessport með Dóttor fútból. Ertu búin að prófa Sílandsít? Nei. Ekki búin að prófa? Er það líka svona en she'll like it too? Já, en she'll like it too. Það er nefnilega málið, sko. Sílandsít and she'll like it too. Þetta er geggjað vesen að fá sér þetta. Þetta er svona leðja, einhvers staðar frá bara himinlæga fjöllunum. Og hvað, setur þú þetta í drikk eða borðar þetta? Og bara setur þetta í kaffi eða setur þetta beint upp í eitthvað svona and she'll like it too. Það er eins og ég get lofaðir. Ég þarf að fara að tjekka á því. Ef hún leifir. Það er bara... Hún fyrir að laumis í drikkin. Dóttor fútból á leiðinni á fund með Dominus á næstu dögum, einhver albilaðasti fundur því að ég verið að væli yfir þessi ekki hvítur laukur hjá hvað þessi fundur fyrir fram veit ég veit ekki alveg á hverju ég er að fara á hann fund en þetta er svo sem ekki eitthvað stórt passion fyrir mér en ég er samt á leiðinni. Þú maður fara að ræða boltan sem allra fyrst spurningin eins og með tölvutek áður við byrjum. Það var ótrúleg vítaklúður í gær Eiður. Sástu það sem að leikmaður Róma þetta er náttúrulega fyrst klúðraði þrisasirum sama vítinu. Við sáum það. Já, það er sem að markmaðurinn fór tvisar á línunni í leik Róma og Lill. Ég ætla að setja þetta upp mynd af 4 markmönnum og hér er þeir. Þú hefur ekki skorað úr vítaspyrnu á einn af þeim. Veistu hverjum þú hefur ekki skorað víti hjá? Craig Gordon, Brad Friedel, Van der Sar og Mignolegi.
þú er ekki skorað á einn. Hef ég skorað á víti á móti hinu þremur? Já. Þremur af þessu fjórum? Já. Ég skil að þetta ekki svona mörg víti. Nei, það er ótrúð hvað þú fegst að taka lítið. Það var Lampard frekur. Hvað er eitthvað miðjumar að taka víti? Já, fyrir ykkur, ég elska að vera, ég þarf ekki að vera Batman, ég er bara Robin, það er þægilegt. Minni pressa. Ég held ég hef aldrei tekið víti á móti Van de Sar, eða? Ég myndi segja var hann. Þú segir Van de Sar, það er alveg hár rétt hjá þér. Craig Gordon og Brad Friedel Craig Gordon á móti skóska landsliðinu, Brad Friedel í Premier League og Mignolet í FA Cup, bara á later stages á móti með Bolton. Í hvaða liði var Mignolet? Það var Liverpool. Já, seinna skipti. Það er rétt hjá þér. Já, takk fyrir það, rétt hjá mér. Þetta er bara hár rétt hjá þér. Ég er með þess á þeim leik. Aha. Já. Við vorum hársbreytt frá það að sláða út. Já, það var geðveikt. Þetta... Besti leikur sem ég spilað á ferlinum. Hvað sem besti? Eða svona after 30. Já. Einna betri leikur sem ég spilað. Já. Það var alveg leikur. Þetta er svo 2013-14. Já, þessi ferð á þennan leik var hérna kölluð Mastercard Martröðin hjá mér. Manstu, ég tók Ég man. með mér nokkra út sem Ég veit ekki Kallinn var hversu að- langt ég maður fara inn að þá sögur. Kallinn var að reyna. Já. Hann fyrir mikið lengur út í það. Heldur betur, við ætlum að powerranka með Dino.is, panta mat, panta borð og allir sápakki. Auðun Blöndal, ég færði þér bara verkefni. Þú ætlar að powerranka fyrir mig og hvað ætlar að koma með? Já, þú baðst mig 5 alvöru minningar með Gudda. Alveg minningar, ok. Já. Eitthvað sem mannst þá eftir. Já, það var erfitt að setja þetta í 5. Og ég veit Ég náði ekki... strax ég náði strax. Já. Já, sko, það er reyndar gott við erum ekki beinni. Þannig að ég er ekkert búin að byrja þetta undir eið. Þannig að ef það er eitthvað sem má ekki koma fram, þá verður þetta einhverju 4 atriði. Það er náttúrulega hellingu sem að má ekki koma fram og er ekki á listanum. Ok. Sjáum til. Herðu, ég ætla að byrja þetta á Steggjun Hasselbank. Hún er í 5. seti. Já. Og flugum við til Miami og þá var með þess að núverandi landsliðsþjálfari með okkur, Arnar Gullangsson. Já. Vorum í Miami og svo flugum við eyður 2 frá Miami til Vegas í Steggjun Hasselbank sem var kostuð af einhverju ríkasta manni Frakland. Já. Þar voru skrýtnir hlutir og hrikalega gaman. Og eiginlega svona eftirminnast við þá ferðir að eyður týndi kortinu sínu Já. á næst síðasta kvöldinu sem hann fann reynda þurfum að fara svo heim. Það er leitt að týna kortinu. Já, nema þá þurftu að stóla mitt kort í kasinónu og ég gæti ekki tekið út alveg jafn mikið á mitt kort og eyður og sitt, þannig að það var mikil spenna okkur í blackjackina, þau máttum ekki tapa. Já, það var basically allt undir. Já, það var allt undir þá og mikið fagna þó að veru $100 sem að unnust. Já, númer 4. Númer 4 er snekkjarnas Abramovich. Já, Róman. Já, það var ekkert leiðilegt á henni. Nei, ég skal viðurkenna það, ég er náttúrulega gaman. Blessaður Róman, ég sakna svolítið. Já, ég sakna svo enska boltan. Já. Það er alvöru karakter. Númer 3. Númer 3 er kveðjuleikur Deko. Já. Og það var allt saman mjög skrítið því að Eiður er það bilaður að ég flýti Barcelona og flýg með honum yfir til Portugal og hann er bara þannig, ég ætlaði að fara í stúkun og hann bara, nei, bara kottu, kemur bara með okkur í klefan eitthvað. Ég er bara svona, ok, reynda verði að gefa Gudda 1 fyrir leikinn og þá sitjum við í svona kaffeterju og koma þvílík læti fram í og Eiður bara, hann er mættur greinlega, ég bara, hver er mættur? Og Messi, maður. Og það voru allir leikmenn fóru bara út og voru að byggja myndir af sér fyrir utan og ég bara hef ekki að fara að hitta kallinn, hann bara, nei, hann lítur nú að koma þetta inn í kaffeteríuna og við sátum bara 2 og allir voru búin að fara úr kaffeteríuna, hitta hann og taka myndir og eitthvað, svo kemur hann lappandi inn, hann sat Eiður bara sallarólegur, hann kom til hans og tók í sparðar á hann var svona eini sem hljóp ekki fram, ég fór inn í klefa með hann fyrir leik sem var alveg galið og svo þegar ég ætlaði að fara upp í stúku þá var Eiður bara, nei, kottu bara að verta á bekknum ég bara, ég get það ekki hann bara, jú, þú hvað ætlar að fara að hanga einn upp í stúku ég get ekki setið á bekknum jú, blessaðast, þetta er eitthvað kveðjuleikur herru, ég sat á bekknum í eitthvað skyrtu með eitthvað svona Justin Timberlake hatt og ég var allan tíman að vona, það er eins og þetta verið aldrei sýnt á Íslandi því ég sat þetta með öllum leikmennunum sem var alveg gali Númer 2 er rútan í Róm. Þetta var sem sagt Manchester United að keppa á móti Barcelona í Róm, úrslitaleikur meistaradeildarinnar. Hvernig var annað? Hann fór ekki vel fyrir United, en eftir á hyggja þá gat þetta eiginlega ekki orðið betur. Því Eiður hringir í mig þegar ég er vel krambúleraður í framann og allt í rugli og spyr hvort ég sé United-treyju, ég segi já og spyr hvort ég sé einhverjum ból undir. Ég bara já, hann bara ok, þú ert að henda United-treyjunni og koma hingað og ég fór sem sagt upp í rútuna og keyrði með öllu Barcelona-liðin Róm bara með byggarinn og var í fagnaðarlátunum og fór svo með þeim upp á hótel og átti flug heimdaginn eftir
en það endaði þannig, ég var í Barcelona í viku og yfirmenn mínir á stöð að spyrja hver í kemur. Þú þurftir að jafna þig, varst allur rispaður í fram. Já, það var agalegt, ég var mýga kvöldi fyrir leik og datt. Já, það hefur komið fyrir bestu menn. Já, það var ekki gott, þannig að það er Á almannafæri nokkuð? Nei, ég var í einhverju skúmaskoti. Já. Sá það enginn. Númer 1 er, sko, út af öllu þessu, þá finnst mér eiginlega svona, þetta er svona moral of the story, að þá vorum við í Belgíu og Eiður var að spila þar og það var rafmagnslaust í íbúðunans og ógeðslega kalt. Þannig að við lágum 2 upp í rúmi og Það var ekki rafmagnslaust, það var bara hitalaust. Og við lágum svona 2 upp í rúmi bara eins og var í sumabúðum, vorum að fara að sofa bara hlið við hlið. Og við erum svona komnir undir sængina og viðbjóðslega kalt undir sængina og svo svona þögn, við vorum að sofna og ég segja svona við hann, manstu í Barcelona þegar það var lifta í húsinu og engakokkur og svona. Og ég bara, já, það var næs. Ég reyna allavega að hita á morgun og svo bara grenju og látur í svona hálftíma. Það er moral of the story að það var Best er að ég vil hafa ískalt inn í herbyggja. Það er kannski ekki inn í stofu en inn í svefnherbyggi vil ég bara hafa nánast við frostmark. Já, þannig að þið hefur verið góður hérna. Var þetta svona eins og Dumb and Dumber sko, bara það kalt eða? Já, mér var það kalt. Já, svona dumb and intelligent. Allavega eitt í rúminu. Já, þetta er sko þessi fá að vera upp á sviði með Barcelona-liðinu. Þar hefði maður sómað sér vel. En þú væntalega ekki verið eitthvað hagar ekki eins og maður. Jú, ég passaði mig. Og með besta við þá ferð líka þegar fórum við til Barcelona, það var eiginlega að sjá Eið bara tala fyrir framan fullan núkamp. Það sem allir voru að fagna þrennan var í hús. Sko, þú er hagar eins og maður, þannig að þú varst bara í felum. Hann tók ekki huge fan á þetta. Enda þá hefði hann fengið löðrung. Huge fan. Hey, Messi, huge fan. Tók það bara Gus Hansen. Það er samt ekkit viðbjóðslega en að vera ykkur starf það sem átti ekki að vera. Já, mér leið þannig á bekknum í kveðjuleiknum. Þá vissi ég bara, þetta er bara ekki í lagi. Ég á ekki að sitja það. Sko, breski sendi hann bauð öllum leikmenn sem spilaði í Englandi í mat til sín. Og ég kom með hugmyndina að þessu og hann heimtaði að ég kemi. Ég segi, ég skal koma og borða með þeim og allt svona, ég ætla að láta lítið fyrir mig fara. Hann segi, já, velkomin. Svo kom svona hópmynd af öllum legendur enska bolta. Og hann heimtaði að ég væri með á myndinu og ég segi, já, gerir þetta á svo mynd, já, ekki verið á svo mynd. I insist. Þá getur ekki annað en farið á myndina og ég er eins og standandi kúkur hérna hliðin á þér og Við minnum að ég er falið mig á bakvið Þú varst aðalatrið. Það er ekkit verður en að vera ykkur stað svo bara alls ekki að vera á. Láttu mig það ekki. Það held ég við ætlum að spila leik sem heitir Smash eða Pass. Já, ég ætla að ímynda okkur það að Eiður sem er náttúrulega Chelsea legend, hann eigi bara liðið, stjórni klúbbnum og ráði öllu. Ég ætla að setja upp 4 nöfn á mindra 4 mönnum og hann segir bara hvort það væri Smash eða Pass. Smash þýðir að sjálfsögða myndi taka hann í Chelsea og Pass það þýðir bara að myndi láta hann vera. Smash er að sjálfsögða mínum menn og þetta er geðbilað. Þetta er súkkulaði húða Böggles fyrir lengra koma. Þetta er vel ávinna bindandi. Já, þetta er sem betur fyrir litlum pókum og það hendar vel, mér vel. Herru, Smash eða Pass, förum í þetta. Fyrsti leikmaður, Jordan Pickford Eiður, Smash eða Pass? Stórt pass. Stórt pass, bara. Þól ekki hvað. Ég get ekki þessa típu. Þegar hann á eina vöslu, veit alltaf hvað myndavélin er, svo kemur eitthvað blikk eða svo eitt þumall og ég alveg fínasti markmaður. Pass. Aldrei í Chelsea. Ok, næstur það var Hákon Haraldsson. Góð spurning. Smash eða Pass? Sko ég er líka að hugsa leikmannhópin sem er fyrir og allt svona og... Já. Við sáum að skora í gær móti Róm. Já. Eða í Róm. Já. Sigurmarkið. Ég myndi smassa hann eftir 2-3 ár. Já, við tökum þetta bara Chelsea style. Við kaupum hann núna og hann gengur til liðs við. Það er bara nákvæmlega það sem við gerum. Ég myndi tryggja mér hann núna. Já, myndi tryggja hann og eiga hann inni. Og eiga hann inni. Förum við næsta. Smash eða Pass, Margehi. Algjört Smash. Já. Hvernig klúðruðu þessum strók? Það var að við Chelsea. Já. En minna, þú getur ekki verið með alla. Nei. Og á einhverjum tíðabúti taka menn ákvörðun, ég þarf að gera eitthvað annað til að stíga næstu skrefa á ferlinum og það verður oft í þess að þessi stærri lið missa unga leikmenn
en þetta svo veit maður aldrei, hefði hann orðið þessi leikmaður ef hann væri ennþá í Chelsea ef hann fengi tækifærið, en í dag klárlega Jose Mourinho þegar maður spurður út að láta spæði Sala og De Bruyne fara og já, ég sér ekki drasl sér bara almennlegt þú veist, hann var svona að tala sko Chelsea upp í þessu, það að segja að þú veist, þeir náttúrulega voru með De Bruyne og Mohamed Salah voru þeir alltaf saman tíma? Nei, hvort þau voru það var saman tíma svo bara, það ekkert hægt að segja þeir þurftu báður að fara sína leið til að komast á þann stað sem þeir eru en að horfa það að þú gast verið með Lukaku, Salah, De Bruyne leiði þeim öllum að fara og reyndu síðan í einhverju svona moment of madness að fá Lukaku aftur og hann í fílu 10 mánuðum seinna. Já, það var einmitt, þannig fórum sjóferð þá. Síðasti maðurinn í smass eða pass, það Viktor Einar Gyökeres. Þetta smass eða pass? Passa mig. Það passaði. Já. Bara ekki típan sem að henda. Nei, ekki típan. Ef ég horfi á hópin í dag, til Appo eftir að koma tilbaka, þurfum hann sennilega ekki. Ef ég væri að þjálfa, þá henn ekki frammeirinn sem við farið eftir. Sko Chelsea vantar svolítið, sérðu mennina sem að tryggja þeim titla, það eru Didier Drogba á sín tíma og svo Costa, náttúrulega ég er að tala fyrir utan, ég er að tala svona stóra sendera, náttúrulega Eidur að mér að Hasselbank líka, og Drogba náttúrulega með þegar að vinna titilinn, að Osimhen hefði verið maður sem að Chelsea átt að taka að mínum að því. Mjög Chelsea-leg kaup. Akkurat. Líka sko, Chelsea í Afríku eitthvað different beast. Þeir eru ótrúlega vinsælir í Afríku. Já, sem kemur sennilega stóran hluti til frá John Obi Mikel sem vann náttúrulega allt með Chelsea og risastóri Nígeríu og út frá því þá svona myndast einhvers konar tengsl. Var hann stórkostlegur leikmaður? Hann var ekki stórkostlegur, hann var í hæsta geðaflokki. Þú veist, þú ert náttúrulega bara með eitthvað 2-3 í heiminum sem eru þú veist, í algjörum topp í dag eða hafa verið, svo ertu svona með hæsta geðaflokk, ég myndi setja hann þar. Sko, Aron Einar spilaði eftir á mótunum og hann sagði að verið eins og að reyna að íta húsi. Já, ekki nóg með að íta húsi, að hann var svo góður í að finna svæði og spila bara í einnig snertingu. Þegar þú hélst og varst að fara að setja press á hann, þá bara létti drýtningur í kringu og það lett, sko. Heldur betur, já, smass eða pass. Þannig að Hákon Haraldsson kemur eftir nokkur ár í Chelsea og verður hann var smass og lánaður. Já, það ég Dóttarfútból tróðfullur af kreatíni frá Happy Hydrate. Það að sjálfsögða sem að Dóttarfútból, hann vinnur á þessu alla daga, þetta líka gott fyrir hausinn því að heilin í okkur, við erum á þetta gamlir, við erum með 45-47 hérna hliðin á mér og þeir eiga líka að taka kreatín 45-47 það bara þannig, ég náttúrulega bara krakkin hérna samt ég að stjórna Þú ert 45? Ég 44 Nei Ég 44 Já, ok, eftir nokkra daga Það rífast við hann hvað hann sé gaman 45-47 Hann fætur aftur tíðan sig Það 45-47 Hérna Arda Gulluðsson var að velja hérna landslýshópin og ég meina að það mikil stemning, það uppselt núna á báða leikina hjá landsliðinu Eiður, þú þekkir okkur þetta landslið hún spila nokkur leiki þarna og aðstofþjálfari og náttúrulega bara verið í kringum þetta allæfi ég meina þegar þú ert leikmann eins og Jóuberg með alla sæla landslíki búin að gera þetta allt saman og svona hefur hann rétt á að vera pínu ósátt við að fá ekki allan símtali eða hvernig virkar þessi bransi því að þeir voru lítið að hringi með þessu landstjálfari Þú ert ekki með mörg mist Þú ert ekki, bara alltaf verið hvern einasta glugga Þú ert ekki hóp Allir ekki það var ekki Sko ég held að fari bara algjörlega eftir þjálfarunum og hann svona vinnureglum þegar þú ert svona við það vera búin að spila 100 landsleiki þá finnst mér allt í lagi að fá eitt símtal en við veist heldur ekkert eins og að sé verið að gefa skítið hann og hlustar á hvað Arnar að segja það bara, þetta staðan akkurat núna það ekki þar með sagt að hann komi aldrei aftur eða kannski vill hann sjá Jóa ná 5, 6, 7 leikjum í röð Jói hefur verið átt erfitt með meiðsli á endanum voru allir sammála það Arnar Gunnlaugsson ætti að vera landsliðsþjálfari og leið og hann verður það þá fær sama fólki að kritisera hvernig hann gerir það þannig að þú veist it's a lose-lose situation you can't win Nei, ég meina, þú veist þetta hefur svona verið þú veist, við erum auðvitað með þessa gullkynslu þú náði náttúrulega í skottið á henni og hérna ég mótaði hana
þú mótaðar hana sjálfsög og verið þeirra fyrirmynd þegar þeir voru á leiðinni upp en hins er þannig sko að það er svo voðalega erfiður aðskilnaður það er alltaf verið að spurja gullkynsluna á hverju ekki Gylfi, á hverju ekki Jói á hverju Aron ekki Gylfi eða, veist, þannig að við erum ennþá svolítið svona alltaf að ræða þessi kynslóð sem að Gylfi búin að stórkostlegur í síðustu leikin já, en ég meina þetta annar level ég veit það ég persónulega, Dýr Karnar, góðu félagi ég hefði hringt Jóa og svona sagt honum bara það nákvæmlega sem þú varst að segja að bara við þurfum að sjá þau fá smá raun bara en ég ætla ekki að fara að krítisera hann bara gerir þetta það er alltaf krítisera eða segja hvað manni finnst ég hefði hugsalega gert það líka þegar þú ert búin að spila það margalandsleiki en það var engin vannvirðing í þessu þú veist það er ekki hægt að segja svona á landsliðsþjálfari að gera það hann gerir það bara eftir sínu og stendur og fellur með því Er eitthvað þessum hóp sem að kemur ykkur á óvart, er eitthvað svona, ég meina, þú veist, Aron Einar að spila hann í meistaradeildinni í Asíu og þú veist, hefur að spila fullt af mínútum, þú veist, er eitthvað svona sem að þið getur bent á, ég hef nú ekki haft þennan og ég hef haft þennan? Nei, það er í rauninu bara sem vorum að ræða þarna frá mér, það var Jói, hefði sennilega verið hópað ég verið að stjórna þessu, en ég held að sé allir mjög ánægð með það, ég sé ekki að stjórna þessu. Og annars finnst mér þetta bara nokkuð spot on þetta var svona eins og betur þjálfari þetta var svona hljómað eins og betur þjálfari svona allir mjög ánægður var ekki Óskar Haft sem sagði það versta sem gefur mig fyrir íslenska landsliða hann tæki við því það væri ekki alveg að versta með verri kostum það var verið að hafa með hann hvernig velum maður svona hóp er það bara þannig að það er svona 16-17 sem velja sig bara sjálfir og svo bara restin einhvern veginn fyllir upp í þetta hvernig virkar þetta? Já, sko, þú ert með stærri hóp, svo byrjar að saksa niður þegar þú ert búin að fara yfir stöðunar, hvaða möguleika erum við með í hverju stöðu, þannig að byrjar að stróka út, ekki velja. Já. En hvort finnst þið líklar og veljir eitthvað sem er búin að vera stórkostlegur lengi eða tekur eitthvað sem er heitur eftir moment? Já, það er líklega að, þú finnir blönd á því til dæmis, ef við nefnum bara dæmi var pláss bæði fyrir Aron Einar og Gylfa, 2 reynsluboltar ekki nóg að hafa annað þeirra ef þú ætlar að vera með eitt sem miðla reynslunni og Aron er aðeins meira vókal, Gylfi er aðeins svona hlítrægari og inn í sér hann í rauninni sýnir bara svona leiðtoga hæfileika hvernig hann spilar og vinnusemi menn að Aron er miklu meiri stjórnandi og miklu meiri svona með röddina líka og aftar á vellinum, væntanlega þannig að er pláss fyrir 2, þá frekar tekur einhvern ungan og feskan sem er kannski bara akkurat að svona hitta sitt hæsta level á þeim stað sem ferillin er á hjá þeim. Svo byrjar að hugsa, heyrðu, hvað gerist ef að koma meðsli? Er ég með leikmann sem ég get notað í fleiri stöður? Oft gott þegar að kemur landslýsverkefnum að geta verið með leikmenn sem geta kofera 1-2 stöður því að þá fer að hugsa hvað gerist, þá get ég breytið sér svona, fá við rauðspjald þetta, bara allt sem hugsalega getur gerst, sem getur gert mann geðugan sko, og svo ferður bara í hring og bara ert komin á byrja að reyta aftur. Svo er það náttúrulega eins og þú segir, það eru x margir leikmenn, ef þeir eru að spila reglulega, þá eru þeir, þá velja þessi sjálfur, við erum bara ekki það stór fótboltaþjóð. Svo poppa alltaf upp einhverjir, nýjir, feskir, akkurat augnabliki, það sem að einhver er meiddur, þá kemur einhver inn í staðinn og nýtir það tækifæri. Hefur þú eitthvað trú á þessu mómenti, sko, þegar leikmaður okkur mómenti, svo Brynjólfur byrjaði rosalega í Hollandi, að vera í stuði. Þú veist, leikmaðurinn er bara í stuði. Þú veist, kannski bara... Já, basically sem ég var að spyrja það, ef einhver er sjóðandi heitur, tekur þau fyrir eitthvað sem er bara, herru, hann er í stuði, ég ætla að taka hann inn í þetta verkefni. Eða velur bara bestu gæðina það er alveg sama að hún sé í stuði ég var nú í stuði allan tíman allan ferilinn sko bara voða létti, sko jú að sjálfsögðu, menn þurfa að gera eitthvað til þess að sé tekið eftir þeim þau þurfa að spila reglulega frammeira þurfa að skora kannski reglulega ef við erum með mínútur í kroppnum og allt sem því fylgir svo hugsaðu, já en fungerar hans leikstíl í okkar landslið af því að við spilum ekkert eins og hefðbundið lið í hollensku, belgisku, ensku deildinni, frönsku deildinni. Við erum bara með okkar leikskipulag og leikstíl þó hann sé aðeins að breytast núna. Hvaða leikmaður hendar? Út frá því velur líka, þannig að það er svo margi faktorar sem spil inn í.
En að sjálfsögðu þú ert með leikmann sem skorar í hverri viku alveg saman hvað það að þá ferður náttúrulega að taka eftir í og hugsar þetta momentið til að taka hann inn? Já, þetta bara eins og maður upplegað með þér Öddi, þú veist, ef kassin heitur þá segir alltaf býta þessi þessi kassi heitur þú veist, ég hef aldrei haft trú á þessu ég get verið mjög góður landslistjálfari spilafíkla þá get ég sagt nákvæmlega hvort ég sé hópið eða ekki þú ert að eyðileggja rönnið á sem blackjackborði ég heyri þér í næsta glugga farðu þannig að hann getur svona bara boltinn og Jói, hann kemur mögulega síðar og þá fór kannski að kveðja hann Já, hann var ekki Já, það næs að geta kvart leikmenn en það bara ekki hægt með alla Þú bara hættur og það bara búið Það var nú alltaf einhver pæling að þú var með eitthvað kveðjuleik en svo var aldrei neitt úr því hún alveg búin, svo pæling? Nei, ég veit ekki Nokkru leikmenn sem getur komið Fyrir mér, ég nenni ekki að vera að tala um mig hérna allan þáttinn Fyrir mér var bara minn kveðju stimpill 20.000 manns eða 100.000 manns eða hvað þetta voru margir þarna á Lækjartorgi Já, þetta bara, öll upplifunum var bara geggjuð og það var alveg nóg fyrir mig. Ég þurfti ekki að koma síðan og veifa öllum á Laugardalsvelli yfir einhverjum leik sem var sett upp sko. Heldur þú að Auðun Blöndal myndi afþakast? Nei, hann væri málið það hann væri ekkert upp í stúku, hann væri búin að nöldra sig að fá 10 mínútur Ég væri á bekknum, bestur það heiður að spila eitthvað svona kveðjuleiki og sitja á bekknum Ég hefði mér verið búið þetta, þú getur rétt ímyndað ég var bara ég skulle heyra í öllum hérna og ég væri búin að skipuleggja 3 leiki ef Auðun Blöndal hefði verið á svæðinu þá hefði leikurinn ekki lengur snúist um mig Ég er reynt að ræna þessu öllu Við ætlum að fara aðeins í Eurokeppnina og landlagsi með doktorfútból bæði landlags og bleikja að sjálfsögðu doktorfútból allir í fisknum alltaf í ræktinni og þá fiskurinn besti vinur minn en svo kannski fólk sér Þetta í þriðja fjóða sem við kemum það Ég alltaf í ræktinni Alltaf getið hlæja þessi bara ákveður þetta að hlæja samt Nei, ég bara hlæja, ég er ekki að hlæja að okay. Ég er að sjá vídeoðar í ræktinni Já, maður er að sjá vídeo á mér Ég hef verið með þér í ræktinni Já, við vorum bodybuilding partners Heyrðu, Breiðablik voru að spila í gær við Lausanne og töpuðu mjög illa eða svona frekar illa, það er að segja 3-0 fyrir Það leit verr út en þetta endaði Það stemdi eitthvað alveg viðbjóð Já, sko Valgeir svona á þarna eitt bara verri momentum sem ég hef séð Valgeir eiga ég er búin að sjá, hann spila svona 150 leiki hann er þarna átjömpaður og svo, sáu þetta? Já. Það er bara eins og það er óstuð á Breiðabliki þessar mundir Eiður, hvað sá þjálfarinn í þér í þessum leik? Þú veist, hvað var eitthvað sem okkar svona pinpointa bara? Nei, ég held að kannski, þú veist fyrstu 5 mínútur voru allt í lagi Þeir fengu ágæti stöður Já, fengu fínar stöður og komu sér í ágæti stöður en svo er bara svo virðist vera og þarna sjáum við líka munin bara á íslensku liðunum í Evrópukeppni hvaða er mikill munur það þarf bara eitt augnablik og í rauninni eftir fyrsta markið þá var þetta bara búið sko. Og þetta við getum sagt já, þetta korterskafli eða 20 mínútna kafli sem eyðileggur leikinn en ég meina þegar andstæðingunum komið 3-0 yfir á heimavelli þá þeir ekkert að gefa allt í botn og halda áfram til að reyna að fara í 10-0 þannig að út frá því kemur bara svona ró yfir blikalið og enga að tapa lengur og náðu ágætis köflum en Sko, það er ein umræða sem kemur alltaf upp bara samankort þessi Valur, Breiðablik eitthvað, mér að tala um eitthvað þjálfaramál og ég veit þú hatar að ræða þetta en það vilja allir Eiður Smári Guðjóns sem verið þjálfari þú veist bara sama við hvernig maður til getur ekki Eiður tekið viss en að fá Eiðinn og það er ekki Eiður fyrst að hafa áhuga á því að taka við liðinu til þess að sko, hvað með sjálfa ég meina, maður hefur heyrt frá Stephen Lennon eða Atla Guðna þú veist, mjög ánægður með þig sem þjálfara langar þig að getur séð fyrir þér í framtíðina á mætir aftur í gemið Já, ég get alveg séð það fyrir mér en ég þarf að vera 100% tilbúin í það ég þarf að fara eftir hvar það er og undir hvaða kringumstæðum sko ég elska að vera út á velli ég elska að þjálfa og elska að setja upp æfingar og elska að undirbúa leiki en allt bullið í kring hitta mig og svona það getur gert mig
og því miður þá ég er nú ennþá smá tilfinning að vera að þetta situr stundum bara svolítið djúft, það er svolítið að tapa leik eða tapa bikarúrslitaleik þegar að leikurinn hafi verið frábær og við gáum allt í þetta, þá fer maður heim og mér líður sennilega verð heldur en ég hefði tapað þegar ég var að spila. Ég ætlaði að spyrja, verður að tapa sem þjálfur heldur en leikmaður? Já, þegar þú gefur frá þér allar upplýsingar sem þú getur, en þið finnst þú samt svo ráðlaus, þegar það er svo margt sem getur gerst og eitt lítið atriði getur skipt svo miklu máli, þegar þú ert inn á vellinum, þá hefur alltaf á tilfinningunum, ég get gert eitthvað í þessu. Ég get reynt að taka leikin í mína hendur eða bara eitthvað, negla eitthvað niður eða bara eitthvað, sem þjálfari getur það ekki. Er það frústrandi eins og verið þig sem er miklu betri kannski í fótbolta, eða miklu betri enn þessi gæði sem kannski eftir að þjálfa eins og til dæmis í AFO? Er það frústrandi fyrir þig að þeir geta ekki gert það saman og þú gast inn á vellinum? Nei, en það væri ósangjart. Það sem að er kannski fyrir yngri kynslóðina og leikmenn á Íslandi, það vantar að bera miklu meiri virðingu fyrir æfingum, fyrir æfingunni sjálfri. Ef við erum ég ætla bara að nefna eitt dæmi, ég gat bara mist hausinn, það er sendingræfing, það er engin móteri, það er engin varnamenn, það er ekki neitt. Og boltinn rúlar eitthvað í burtu. Léleg móttaka eða léleg sending eða eitthvað, þá bara tekið næsti bolti og haldið áfram. Það er ekkit næsti bolti. Boltinn er farinn, þið mistuð hann, hlaupið á eftir honum, og drullist þið til að halda honum, það er enginn á móti ykkur. Þá kemur þetta bara inn og allir hafa getið til að taka móti boltanum og spila honum. Þá kemur þetta bara, er þetta einbeitingarleysi, finnst okkur þetta óþarfi, af því að það er ekkit undir, eða það er ekki pressa, ekki varnamenn, en ef ég get ekki gefið 10 metra sending á þig á hans að þú missir hann frá þér, hvernig ætlar þá að gera þig leik? Þannig að það er svona lítil atriði sem að geta alveg bíla mig. Vinnur sem við og allt, maður býst bara við því frá leikmönnum. Mistök að sjálfsögðu, ekkert vandamál. En ef þú ætlar að vera betri, þá voru að nenna í dagstaglega líka til þess að koma inn á vellin. En ég meina, þarfst þú ekki bara að þess að lækka standardin eða viltu bara... Nei, það er okkur eftir ég lækka mig að ég ekki frekar reyna að draga standardinu upp. En ég meina, þú er samt með ekki þennan fyrirmyndir, ok, en ég meina, menn eins og Arnar Gunnarsson og Óskar Hrafn sem fara, þú veist, tóku sér break, fóru að hugsa eitthvað annað, gera eitthvað annað og fóru svo aftur inn í geimið. Er það eitthvað sem að þú hefur svona pælt í eða? Ég horfa á miklu meiri fótbolta heldur en fólk gerir sig grein fyrir og hugsalega verður það bara meira og meira og fer aftur. Einhverju tímabúti fer ég aftur inn í einhvers konar þjálfun. Ég var bara eftir að finna hvar ástríðan er og á hvaða tímabúti á hvaða stað. Já, ég held að, tala nú bara fyrir hönd allra sem hafa áhuga á fótbolta á Íslandi, þá hafa menn, þá vilja menn það. Já, ég mætti velja lið núna sjálfur. Ég kannski að byrja á að skilin einu Excel-skjali þarna nýra á KSI. Já, það er aðalmálið. Það er aðalmálið. Myndur þú fíla á Hlíðarenda? Þú vorst að segja fyrir eftir hvað það er. Ég myndi alveg fíla mig allstaðar en það er ekki efst í huga. Nei. Þannig að þið eruð búið valsliði núna, þú myndir ekki segja. Ekki núna. Þeir eru með þjálfara. Já, reynda góða búndur. Túfa, topp maður, sorry með þetta Túfa minn. Ég blöndala hrist upp í öllu. Já, ég varð að koma með eitthvað, ég sati eins og ég var að horfa á tennis. Já. Nei, það er líka þitt hlutverk hérna. Það er bara bannað að hlæja. Góður. Nei, mér finnst áhugavert og ég bara þegi þegar það er gott spjall í gangi. Heldur betur, við ætlum að... Loksis eitt þáttur sem snýst ekki þig. Já, það komið tíma á það. Við ætlum að kíkja aðeins meira á Evrópudeildina því að það voru auðvitað að spila bæði í sambandsdeildinni og í Evrópudeildinni. Ég meina, Eiður aðeins að fara ópersónulega, ég meina, sá yngsti hjá þér fekk rautt í gær. Já. Og ég heyrði það síðan. Já, á 90 plus. Já, þetta er náttúrulega allt lærdómsríkt. Já. Það beint rautt eða? Má segja heimskulegt. Já. Og ég var aðalega segja honum að reyna leikurinn er spilaður. Já. Þetta er á 95. mínútu. Já. Og hann fær rautt fyrir að hlaupa utan í varnamann og vera aðeins með olbónu uppi. Ég er ekki búin að sjá þetta en eins og hann útskýrði þetta fyrir mér. Já. Ég segja til hvers? Já, ég bara misti hausinn og þetta er akkurat það sem má ekki gerast.
ekki nóg með það að þetta lítur ítl út fyrir þig og þú ert ungur og mynd læra þessu, það allt í lagi, menn gera mistök. En þetta verður til þess að þú ert kannski frá í risastórum leikjum sem að koma upp í Evrópudeildinni, þó að Malmö ekki fara að gera neitt eftir fyrstu 2 leikina, en hann kannski hugsalega missir á móti leik á móti Porto eða hann ekki alveg hvaða liðum þeir eru ekki Nottingham Forest og eitthvað. Þannig að þau eru leiðindin í þessu. Já. Fyrir utan það að þetta lítur asnalega út, sko. Já. Ekki vera svona heimskur. Já, bara læra. Já. En læra þessu. Það er sem þetta snýst í boltan, hann hefur þetta ennþá á annar flokks aldri. Já, og þú veist, ég mist alveg hausinn, allir hafa mistað eins hausinn, maður hefur fengið rautt spjald. Já, var ekki mútið Arsenal svo, veist rautt? Já, 2 gul. 2 gul, já, ég er að segja, það er rautt. Ég fekk 1 rautt fyrir Bolton á móti Birmingham og þá ætlaði ég að meiða leikmannin. Já. Ég var orðinn það reiður. Auðun hefur séð mér reiðan, þú vilt ekki lenda í því. Það er rosalega sjaldað sem það gerist. Já, en þá gerist það. En ég ætlaði að meiða hann. Já. Hver var það? Bara einhver? Já, hann vinstri bakur, Granger. Já. Og hann var búinn að fara svo mikið í taugarnar á okkur öllum inn á vellinum. Ég man að Dean Holdsworth stóði yfir honum eftir að ég tækla hann. Ég labbaði bara við, ég vissi að verði að fá rautt. Já. Hann stóði yfir honum og sagði, I'm happy it was you. Bara ánægður að þú fekkst þessa tæklingu. Já, fullt af öðrum leikjum í Evrópukeppninni í gær. Crystal Palace vinna. Þeir náttúrulega bara 18 leikir án þess að tapa leik. Albert Guðmundsson lagði upp fyrir Fiorentina sem að unnu Sigma og kannski úrslitum voru hins vegar að Midtjylland unnu Nottingham Forest. Hans Postecoglou, I might, ég veit að svona, ertu ekki hrifin að blöða þetta svona þinn, your type of guy. Var þetta ástralski hrifin? Þetta virkar sem toppnáðingi, en hann er komin í brekku strax hann, það verður að viðkynast, þetta er ekki alveg að fara eins og hann sá þetta fyrir sér held ég. En hann vinnur bara öðru ári, mástu? Já, hann vinnur byggar á næsta ári. Vinnur byggar á næsta ári? Já. Þetta er að byrja mjög illa og stundismenn Nottingham Forest kölluðu hann út eða semst vildu að fá hann átt í gær. En kannski maður sem stál sinni var náttúrulega markmaðurinn okkar Elías Ólafsson sem að stóð sér mjög vel í marki Danana og varði eins og óðum maður. Eins og við komum inn á hann þá skoraði Hákon Haraldsson sigurmark Lill á móti Róma og já, það er hansi öflugt þar. Brann vinnur útrætt 1-0. Hérna afsakaðu þetta, ég ætla aftur að spyrja eitt. Nei, bara go wild. Freyr Alexandersson, af því að þú veist, hann náttúrulega, þetta er merkilega og ná ekki. Þú veist bara hvað hann nær úr liðunum sínum og stemning og, ég meina, veist, hann kemur frá Leikni, hann er ekki með neins sambönd eða neitt, hann þurft að hafa fyrir öllu í þessu. Jú, en er það ekki flesti þjálfara, einhverstaðar koma menn frá? Jú, en þú veist, þeir hafa ekki spilað með Chelsea og Barcelona og bara allir til í opna örðina. Það skiptir engu, ég held að, Mourinho spilaði valla fótbolta, eitthvað gera hann. Þannig að hvaðan sem menn koma finnst mér ekki eitthvað sérstaklega merkilegt í þessu samhengi. Mér finnst merkilega árangur sem hann nær, stemningunum sem hann býr til, virðist vera, hvernig er talað hann hjá tilteknum félögum sem hann hefur verið að þjálfa. Hvað sem að er Lyngby eða núna í Brann og það sem að það er svona, með landsliðinu, aðstoðarþjálfari og hvernig er talað hann af leikmönnum. Og líka svona virðist vera þeim tiltekna bæi sem hann býr í. Í kringum Lyngby, Freyr var bara maðurinn, tekur þetta skref til Brann, þar er sama umtal byrjað, þannig að það er virkilega jákvætt. Brann er risastór klúbbur í Noregi og risastór helgi framöndan, er ekki spilað út á móti Víking núna, sem verður til þess annarkvort verða í baráttum að vinna deildina eða ekki. Já. Ef þeir tapa þeim leik þá gæti myndast aðeins og stort gat með Bodo Glimt sem er í rauninni langbesta fótboltalið þarna. Já, þetta verður áhvert að Freysi allan bara standa sig ótrúlega vel og það er vel gert. Já, hann er nefnilega alveg ótrúlegur þessi gaur og Sjáðu hann hjá einhverjum stórum klúbb á næsta árum? Bara, er ekki pínu erfitt að komast til toppklúbb ef maður er Íslendingur? Jú, það getur alveg verið og ég upplifið þetta sem leikmaður og að vera Íslendingur hjá Chelsea áhörundur og það er búið að aukast ennþá meir í dag það sem að
hver er að koma, hvaða leikmenn getum við fengið og það er einhvern veginn alltaf meira sexy að fá argentískan landslísmann heldur en einhvern landslísmann frá Íslandi sko. Þú veist, hann kemur frá seríu A búin að skora þessi mörk og hinn kemur úr Championship, hvað er svona merkilegt við það sko. Hann er bara, maður fann alltaf fyrir þessu ítalskur landslísmaður með þykkt dökkt hár og bara geggja flottur á velli og olíuborna leggi og meðan Íslendingurinn er bara aflita hár og ferskur sko. Gæti verið í samband með þjálfarana. Fannst þeir eins og að vera léttara fyrir þjálfara að bekkja þig heldur en einhvern sem var búið að Haldið þið að Rúben Amorim var ennþá í starfi að hann var Íslendingur? Nei. Það er bara, hvað hálfvit er þetta? Bara útmenna sveitamann. Og veist, ég held nefnilega að þetta sé bara mjög erfitt og ég meina, ég var að spyrja það einhvern tíðan ef þú hefðir ákveðið að vera belgi. Þá eru fengið sko 22 ára EM á heimavelli og verið besti leikmaðurinn á, þú veist, þetta kynnslóð og, þú veist, þetta eru svona kynnslóðir sem að koma, til dæmis eins og En ákveð maður ákveður ekkit hver maður er bara sá sem Nei, þú ert alveg upp á það Ég er bara Íslendingur Ég þurfti ekki að ákveða það sérstaklega frá með deginum í dag er Íslendingur Ég er bara Íslendingur okay. Gott súkkulaði og barnaneyðingar í Belgíu sko. Við erum ekki að fara að gerast belgar hérna sko. Nei, það er reyndar ágætis punktur Ég ólst upp á nunnum bara svo það sé skýrt ekki fram Þannig ástæðan við erum ekki belgi held ég, við ætlum að halda áfram og semst í meistaradeildinni í vikunni þá var fullt að vera blöðari, þessi Enrique og Paris Saint-Germain, það er þinn maður Já, það er bara ekki besti þjálfarinn ég held að ég mætti velja eitt þjálfara til United í dag, takk ég hann Já, hann er rosalega Já. Hann þorir að vinna leikina Nær öllu besta á leikmönnum vantar alla leikmenninas, samt vinnur hann Barcelona útivelli Já, og svo bara finnum maður einhvern veginn öllum viðtölum að þetta er topp eintaki sem aðeins Sko, þú ert auðvitað þannig að hvert sem þú ferð, hvort sem það er á American Style eða bara upp í HS Orku eða hvað sem þú ert, bara á flakkinu fólk er alltaf að fylgjast með þér þú veist þannig er Auðun Blöndal, betur hvað er í gangi og ég fór að hugsa sko Jose Mourinho á Stamford Bridge var pínulítið sko Auðun Blöndal því að hann vissi að voru alltaf allir að horfa á hann og hann tók utan alla, hann mátti enginn koma út úr neinni kaffiteríu hann var með 2 daga leikþátt á Stamford Bridge þar maður ekki setja hann upp þegar þú veist að allir er að horfa þá verður það næsblöð ég held þetta sé bara svolítið hann að vera hann sjálfur sko ég er ekkert með eitthvað leikþátt upp í HS Orku sko en ég bara held að sko ég skil hvert þetta fara með þessu Skilur hvert Nei, ekki tengt að þú mér sett eins og Mourinho Nei, það sem hann að tala með Mourinho skil ég, en ég held að þetta Mourinho sé bara þannig að Chelsea, fyrir utan kannski Porto er svona hans klúbbur held í hjarta hans þar sem hann vil skilja eftir sig og á mesta legacy og ég held að hann sé bara að passa upp á það hann veit að allir að fylgjast með að passa bara að minningin sé að hann sé ennþá the special one eða bara þeirra besti þjálfari frá upphæði Gæti ekki verið brot af einlægni í þessu 100%. Ég var svo mikið að fylgjast með þessu maður var að horfa á hann svo hann allir hljópar inn á að sækja boltan og Joe Cole, þú besti pundit og bara og það fengi allir og svo fengi hann einhverja kökur þarna frá einhverjum gömnum starfsmanni kannski var hann líka bara svolítið meira að vera að koma heim á Stamford Bridge eins og Eði segir þetta var smá leikþáttur í þessu spilað inn á þetta en ég meina, ég held að hann hafi alltaf talað Chelsea sem klúbbin sinn af því það var í rauninni fyrsti risaklúbburinn, Porto náttúrulega bara stór í Portugal en ekki á heimsvísu og að hafa komið Chelsea í rauninni á kortið að vera risaklúbbur ég held að hann gleymi því ekkert Nei. Ég held að með svona þætti sé hann líka tryggja að sína öllum að herðu ég elska ennþá klúbbin og stuðningsmenn því að hann fer náttúrulega til United og Tottenham og fleiri staðir Eiður eins og þegar maður þarf að hendi leikþátt þegar kannski þú var að spila leik þú búin að hitta leikmann fyrir leik í klefanum og svona segir, herðu, svo þegar við hittumst út og vellu eftir þá erum við aftur að taka eitthvað svona gott handshake og eitthvað, bara þannig að fólk viti að við erum með þá góð vinnur virkar þetta í hannig? Þið eru búin að hittast marg oft í tunnelinu og út allt en svona kamerunir veista kamerunir, það er svo fyndið þegar þú sér bæði leikmenn og þjálfara þeir sjá sig á skjánnu það við tekið eftir því og ert kannski eitthvað bara svona ótrúlega venjulegur svo sérðu þið svona eitthvað það breytist að holningin er það ekki bara hjá öllum og veist að það er kamera á þér þá breytir þér þú situr ekki bara svona alltaf herðu kameran og bara flott ég er ready þá er maður beinn í baki en svona þegar þú mættir gömlu leikmönnum frá Chelsea eða eitthvað þú varst komin í Barcelona eða önnur lið bara eitthvað eftir leik
á þess að segja henni. Nei, það var þannig að það er alls konar leik þetta í gangi og maður fann að lesa í gegnum þetta allt saman og ég svona stundum fann ég til með Mourinho þessar heimsókn, ég horfði svo mikið á þetta, hann var þarna, þegar hann hljópin á völlin til að fá þarna á lokamyndunum, svo mætti hann að róa niður stuðningsmennina. Já, út af Enzo. Ekki vera vond við Enzo. Það var eins og... Ég sakna samt, sko. Ég diska Mourinho með þér. Geðveik típa. En þú varst búin að fá nóg á honum í United? Nei, þú ert þú að ljúga. Ég er að spyrja, þetta var spurning. Ég var aldrei Mourinho átt. Ok. Og það er meira þess að til auka þáttur í Dr. Fútból því að hann dróð mig inn í stúdíu og þannig var reygin. Þetta er harðasti Mourinho maður sem þekki. Ég vildi aldrei sjá hann fara. Harðasti Mourinho maður sem þekki. Vildi að fá að hann fengið leikmennar sem hann vildi, sem hann gekk ekki. Förum í aðeins til Íslands. Loop Zero með Dr. Fútból, Loop Zero, from zero to hero. Og Víkingar geta orðið Íslandsmeistar á sunnudaginn. Já, Sölvi Ottesen hefur náð að snúa þessu við í Víkin eftir hörmungarnar í Kaupmannahöfn gegn Brann. Þar sem hann lærði á við svona 50 þjálfaranámskeið á einni kvöldstund. Blöðarinn náttúrulega orðin svona andlit Víkinga út á við. Slökum aðeins. Já, þú ert svo býrð í hverfinu og ert svona spínu invold með strákanaðna í Víking og ert víkingur í dag. Fer á leiki. Já. Og pappi þinn stóri víkingur, þið ert búin að vera valsari alla þína tíð. Já, ég veist, enda að slökum á, ég er ekki andlit víkinga þó ég fara á völlin. Nei. Ég var að segja um að slaka á. Já. Slaka þú á. Slökum allir á hérna. Hvað er að gera? Slökum allir á. Við erum allir hérna þið eru náttúrulega báðið með tengingu, pappiðin auðvitað spilaði fyrir Víking og var keyptur þaðan til Lókarinn. Sko, afinn ruddunum út til Lókarinn til að ná að skrá hann fyrir 16 afmælistaginn til að þá taldist hann sem belgi. Hefurðu lesið þetta? Já, þegar regluna voru öðruvísi, þá máttu liðin bara vera með 2 eða 3 erlenda leikmenn. Já. Alveg sama hvaðan, bara erlendi leikmenn. Þannig að hann var skráður fyrir 16 ára aldur til þess að teljast ekki erlendur leikmaður. Já. Þú er eiginlega staðfest að þessu, ég er ekki alveg með hann á hreinu. Nei, ég bara lasi þetta einhvern tíðan og sem að þeir drífu sig í burtu frá Víking, hvort að varða þá afinn einhvern tíðan á línunni þegar hann var að spila. Hvort hann var línuvörður í einhverju leik. Það er reyndar staðfest, Arnór Guðjónsson skora, tappar svo línunni og hélt nú bara flagginu niðri. Flaggi voru ekki upp í það skipti. Herri, serðu Bullis. Já. Hvað stendur þarna? Ég dýrka Mourinho. Já, Auðun Blöndal. Já. En harðasti Mourinho, eins og ég segja, harðasti Mourinho maður sem ég þekki. Sko, af hverju er Víkingur orðið svona flott félag? Vel stjórna. Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Ég held að bara þeir sem eru bak við tjöldin að gera þetta allt hárrétt. Og þú spurði mig nú hérna einhvern tímann í vetur hvort þetta er í sumar, hvort þetta hefur verið leysi ráðning með Sölva og þá sagði ég orðrétt við að það eru menn hérna sem hafa miklu meira að vita á þessu heldur en ég sem er að stjórna þessu og það er greinilega, hafðu eitthvað hérna rétt því að stefnir ég tryggir sér titilin á En sko þeir eru gjössanlega delusional Víkingarnir eða þeir fagna á sunnudaginn og halda þeir séu frábæri sko af því að það er margt þarna sem er ekki alveg í lagi og þú eru svolítið heppni með það að valsmenn hafa verið lélegir, blikar hafa verið lélegir. Ég meina þeir náttúrulega fagna því að þeir eru þá bestir. Já. Þeir vinna deildina. Já, en ekki sofna eru ráðin frá Dr. Fútból. Já, ég auðvitað sammála því. Bara langa vetrasöfn. Bara fara í hýði. Við erum frábærir og það er allt í lagi þarna og auðvitað fagnar eða út í Íslandsmeistar. Það meinar með ekki fagna. Jú, þeir eru að fagna. Þeir eru að fagna í 2 vikur. En ekki gleyma því. En hvað er núna komið inn í sko að Celebration Police. Þetta er ekki, einmitt. Já. Þið eru bestir en þú veist, ekki halda því séu bestir. Nei, ég skil ekki. Þú veist, þið eru bestir en hugsið sko, við verðum að vera miklu betra á næsta ári af því að þetta verður ekki svona þægilegt á næsta ári. Það er eitthvað sem tekur. Var það ekki nákvæmlega það sem var sagt fyrir þetta sumar? Eftir síðasta tíðanbil. Já. Þá eru þeir í öðru sæti. Já, þá þurftu að gera betur. Það var sagt upp Blikana og þeir sváfa verðurum. Þú ert að vitna í upplifun Breiðabliks frá því fyrir. Já. Þeir eru svo ánað með sig. Nú er ég farin að lesa þetta. Svona gera menn oft. En Víkingar eru bara með miklu betra lið og er að halda í 80% af hópnum fyrir næsta tímabil. Þetta snýst ekkit getu, þetta bara snýst verður hungrið ennþá til staðar. Já, það er að halda fá líka núna pásu eftir að Íslandsmeistara síðast þá náttúrulega bara tímabilið Evrópa fór bara inn í hvað, 2-3 vikur á þannig fyrstu leiku var svo í
Íslandsmótinu þannig að bara fagna og svo bara undirbúningstímabilinu og þá fara menn að setja sinni í markmið Á laugardagskvöldinu ekta leikur til þess að fá sér smá rauðvín og slaka á yfir boltanum, það Valur Stjarnan og þá laugardagskvöld kl. 8 Dóttarfútból alltaf ánægð með þennan leiktíma á íslenskum því að ég þarf að horfa á eitthvað á laugardum þannig að þetta henda mér alveg feikilega Getur Víkingur orðið Íslandsmeistari í sófanum á laugardaginn? Nei. Þetta ekki, þeir geta ekki orðið Íslandsmeistari í sófanum því að þetta eru einhver 7 stig, annar liðið fær þá alltaf 42, jú, ef það verður jafntefli og þeir vinna ef það er jafntefli í þess þeir vinna ekki í sófanum Nei, Nei, 42, já, út af markatölunni, já, okay. Þá getur valsmenn ef allt fer til fjandans en þetta mjög langsótt að þetta fari svoleiðis. Nú, ætlum að halda áfram. Já, þetta bestildar lagið, þetta lag sem við erum fannir að þekkja. Káringa stærsta fótboltafélag á Íslandi í neðsta sæti og á morgun þetta kappi við afturöldingu, við erum með þetta að sjá svo í Dogsón á morgun, alveg eins og IBVF Akranes. Sko, við erum náttúrulega búin að ræða þetta svo oft bara að Káringar, þeir eru bara að stefna niður finnst þeirra, en þeir þurfa að vinna líklega 2 af síðustu 3 leikjunum eða ná í 7 stig. Eru Káringar að fara að gera? Nei eða já? Eins og að það fer bara eftir rönnun á liðinu, þá það nei. En aldrei að segja aldrei. Það eitthvað samt með stór lið að þau púl oft einhverju upp þegar þetta náttúrulega bara 3 úrslitaleikir. Þegar að pressan kemur minna, en hún ekki löngu mætt? Hún löngu mætt, en þeir fá alltaf aðeins meiri frest. Já, þá þetta algjörlega komið á síðasta snúning og þeir verða absolutt að vinna þennan leik. Ég eins lítill Káringur og finnur, ég vona samt ekki að það falli. Þú enga reynslu á fallbaráttu sem leikmaður? Nei, ekki. Þú varst ekki að ég fer fyrst í Belgíu eftir að ég fótbrotnaði hann í Gríklandi. Þá voru við svona í neðstu sætunum. Sérklið. Já. En ég var það bara í 3 mánuði. Já. Þeir héldu áfram í fallbaráttinu meðan ég fór bara eitthvað annað. Klúbb Brugge? Já. Heldur betur, ég meina. En ég man ekki eftir þeirri tilfinningur að svona finna fyrir hvað tauga stress fylgir þessari bara. Svoleiðis leikjum. Heldur þú að Kári falli? Sko ég bara ég voni ekki. Nei, ekki heldur. Veit ég hvað áhrif þetta hefur á Vestra, búið skiptum þjálfara þarna og það náttúrulega galið dæmi. Já, það er alveg stórfurðulegt. Já, það er stórfurðulegt en svo er náttúrulega að sjá til hvort að þegar þeir halda sér uppi þá munum þetta reynast rétt ákvörðun, munum menn segja. Já, ég veit ekki. Nei, þetta áhugavert Eiður eins og þú segir stundum, skagamenn. Já, ég vissi ekki að þú hefði byrjað á þeim aðeins. Hvað er þetta? Skagamenn? Ekki hugmynd. Skoruðu mörk? Já, skoruðu mörk. Ég var bara komið fyrstu skagamenn. Ég var ekki komið lengra. Í þessum landslískultúr sem þú varst í og þú veist, mættir kannski eftir að vera á Chelsea eða hvað sem það var, Óli Þórðar kannski að taka þig hálstæki, svo labbaður sko, Nei, ég veit það ekki. Jú, ég var í hinnum hóp með Óla Þórðar. Hann hefur pottitt mætt og tekið hálstæki. Nei, hann þorði ekki út af pappa. Ok. Hemmi Hreiðars takaði hálstæki. Já, það er eitthvað lélegasti húmor síðan. Þessi hálstaks berji eitthvað húmor, ég bara skil ekki. Var Lárus Orri í þessu? Var hann að taka hálstæki? Nei, hann var aðalega held ég að halda Hemma niðri. Ja, þeir læstu sig bara inn í herbyggju og ákveðu bara ef ekki að slást aðeins. Já. Mjög sérstætt sko. En allt svona eitthvað berja menni að meiði eitthvað, ég hef aldrei séð húmorinn í þessu. Gott hálstak, heilsa manni með góða hálstaki. Já, þetta verður áhugavert að sjá hvað gerist í fallbaráttunni. Skaginn sjóðandi heitir og ekki nóg með að fótboltaliðir þessi sjóðandi heit, kannski óvæntustu íþróttíðindi bara síðustu 100 ára. Skaginn vann leik í körfubolta efstu deild í gær. Var það ekki hellað? Já, það er góð byrjun. Svaka leikur. Já, þetta var það. Já, svo var líka svaða leikur í talandi Káringa, það var alveg leikur þar, þeir eru Íslandsmeistara stjörnunar í framlengingu. Heldur betur. Já, með þann leik á. Volt eldhúsið fyrir Dóttarfútból. Já, við pöntum matinn hjá Volt og sittum heima okkur á bumbunni og étum. Volt fyrir enska boltan, Chelsea, Liverpool, þessi leikur fyrir aldar fjórðungi
var þetta fyrsti leikurinn sem Eiður Smári byrjaði og þetta nánast á sama degi því að þetta var 1. október 2000 Marko stóðsending, ógleymanlegu leikur. Hvað var samtala Bonna? Hann fór til, byrjaði hann þennan leik? Hann byrjaði hann leik? Hann fór til AC Milan og svo Atalanta held Napoli og eitthvað sko. Var hann góður? Bara hlaupari á miðunni. Átti 1-1 flott mark. Já, þú átt mikla sögu á móti Liverpool og þetta er auðvitað mikill stórleikur Chelsea og Liverpool, þetta er svona byggst upp ákveði svona ræfrar í milli þessara liða. Ég held svo óvægt að segja það, menn að þú eru unni byggustaleika á móti þeim, þú hefur spilað í undanúrslitum meistaradeildina á móti þeim, skorað á móti þeim líka með Barcelona. Á Chelsea séns í þessum leik? Já, ef að Virts byrjar hjá Liverpool. Já, hann hægir á tempóinu. Hann hægir aðeins á þessu og hefur einhvern veginn ekki fungera fyrir Liverpool-liðið. Ég ætla ekki að fara raun eitthvað yfir hann gefum hann ennþá aðlöguna tímabil og tölum ekkert vermiðan og maður sér alveg gæðinum milli, hann bara ekki svona líkamlega tilbúin í hraðan sem að úrvalsdeildin býður upp á ennþá, myndi ég segja. Og með við það að Liverpool hafi tapað síðustu 2 leikjunum sínum, þá ekki alveg svona ósnertanlegir eins og þeir hafa verið fram að þessu. Chelsea aftur á mótið bara í svipuðum gír sko. Þeir eru bara alls ekki upp á sitt besta og eru óbrótættir og varnarlínan hjá þeim alveg glötu sko. Já, það verður náttúrulega áhverð að sjá hvernig Chelsea á séns en ég held að þetta verður bara leiðilegt jafntefli. Já, þetta er X, þetta er frá X eða Ég held að Liverpool vinni þennan leik og þeir svo Mo Salah hvíldur í vikunni og þeir spá að margir sem spá því að bara Andy Robertson komi aftur inn staðin fyrir hérna Mílus Kerkes sko, Florian Wirtz minni mig Auðun Blöndal, stundum á mannstæðar Juan Verón kom í United. Já. Og hann mátti ekki á eina sendingu, þá var það besta sending sem við höfum séð og þetta var bara æðislegasta bara dæmi í heimi, en hann komst aldrei í gang. Nei, þeir svo til Chelsea. Já. Þetta er bara mjög góð samlíking því að þetta var svo leikmaður þegar Verón kemur til United að hefði ég mátt velja bara eitt leikmann í heiminum í United, þá hefði ég valið Verón á þeim tíma. Ég man þetta sumar 2001 og ég saði við strákana að ég hefði frekar ekki Frank Lampard frá West Ham en Verón frá Lazio og ég hef aldrei fengið eins mikið hlátur á ævinni. Það hafði ekkert með gæði Verón að gera. Það sem að gerist, þú ert með Keane og Scholes hlið við hlið, búin að vera það á miðjunni algjörlega frábærir. Svo ert að reyna að koma Verón sem yndislegur fótboltamæður. Já. Bara spilaði með honum í smá tíma og það var bara æðislegt að spila með mannum fótbolta. En það var verið að koma Verón fyrir og það sem að gerast, það svipað og Wirtz. Verón bara miklu betri í fótbolta, sko. En það svolítið svipað, það svona að reyna að finna einhver leið til að koma þessum leikmanni fyrir. Þegar þú varst með eitthvað sem fungeraði fínt. Já. Það að reyna að laga eitthvað sem var ekki ónýtt. Akkurat. Akkurat. Svo náttúrulega Beckham að taka allar aukarspinnur og horn. Ég meina hvað ætlar að gera við, ætlar að sleppa að vera með Giggs og Beckham og þú ert með Keane og Scholes, hvað áttur að koma Verón fyrir? Annar framherji? Nei, það var ekki hans stað, gat alveg verið í 10, en þá ertu búin að taka, þú veist, fremstu 2 og splitta þeim upp, þannig að þetta var svona að vera að þröngva því að hafa Verón inn á vellinum sem að fungera ekki. Að þú varst þannig David Beckham á hotspinnu, prófaði þungt í að taka hotspinnu á Old Trafford. Það var alltaf eins og labbaður upp svona smá brekku, maður getur í þarna hotfárar. Það var alltaf lítið plás. Þetta var sama, var á Laugardalsvelli, þetta var mjög óþægilegt. Það er eins og, heyrðu, hefur ekki kannski aðeins að pæla í leikmönnum eða verðum að gera hann af öll hérna. Svo grifið hann stór hættulega. Já, labbaður upp og svo gastu sparkaður fyrir sko. Áhugavert stöf þar. Já, ég talaði um Ruben Amorim. Það er ennþá, af einhverjum ástæðum er Ruben Amorim ennþá stjóri Manchester United. Hann veit ekkert hvað hann að gera, hann með fáránlega skiptingar, hann setur Mason Mount sem wingback, algjörlega tómu tjóni. Finna er ekki eftirmannin auði. Á hverju er hann hana? Það er ekkert búið að breytast, það er bara að verra. Nei, en þetta er, ég meina hver átaka við? Ég hef búin að segja 6 Fabregas. Hann náttúrulega kemur inn í miður tíðanbili síðast. Hann veit ekki þessi strákur. Bara því miður, hann veit ekki. Mér finnst alltaf erfitt að þú ert eldri. Já, ég má kalla strákur.
Jú, þetta ekki að ganga eins og þetta núna. Það nokkuð ljóst, en ég veit ekki hvort það haldið hann sé að fara að snúa sig við. Ég meina, hann ekki búin að missa klefan sínist með hann. Nú? Er það eitthvað rosa mikið með honum? Mér finnst þér allir verið að tala með viðtölum að þetta sé ekki kerfið. Þetta búið að fýtt náingi, hann bara þorir ekki að horfa á víti og einhvern veginn emotional og illt í maður að horfa á leiki og... Ég held að sé meiri líkur að hann segja af sér heldur en að vera reikin. Það finnst mér svona hann sagði einhvern veginn í einhverju viðtali að hann myndi frekar stíga frá heldur en að vera reikin og fara fram á eitthvað settlement eitthvað, þannig að veist ég veit það ekki. Hvað ákvörður hann ennþá þetta heiður? Veistu, er það bara fýtt náingi eða? Værið þú búin að reka hann? Hvað er Róman væri búin að gera það? Það búið að reka marga hjá United undanförnum árum. Ekkert svo marga, nefnilega. Ekkert svo marga, en það er búið að gefa nokkrum séns til að reyna að snúða sig við. Það fá allir séns. Fá allir séns og hann er búin að fá mikinn séns. En hann ætlar samt, það sem ég ber virðingu fyrir hjá honum allavega, hann ætlar að halda sér við sitt leikkerfi og standa og falla með því. Það virðist þeirra. Ég held að sé bara svo miklu, það er svo deginum ljósara, það er búið að tala margir búin að tala með, það er svo miklu meira að hjá þessu félagi heldur en bara þjálfarinn. Þú sér alla leikmenn sem fara frá United, meiri segja, Højlundi fann að skora. Já. Meira segja. Já. Já. Það er búið að ræða þú sér alla leikmenn sem fara sem voru, það er eins og léttum 15 kíló að fara úr United-treyðin og fara bara og njóta sín að spila fótbolta einhverstaðar annars staðar. Þannig að það er ekki bara út af einum þjálfara. Við erum búin að sjá þetta gerast núna mörg ári röð. Þetta er mikilvægasta ráðningin inn í alla klúbba og þjálfara breyta kúltúr öllum. Við sáum hvað gerist þegar að Jose Mourinho kom til ykkar, við sáum að Jürgen Klopp náði að rífa Liverpool upp, við sjáum bara hvernig Arsene Wenger gerði á Arsenal. Þetta er mikilvægasta ráðningin og þeir negla hana þá er þeir konum með eitthvað gott. Þeir hafa bara ekki nelt hann. Það er ágætið punktur í þér. En er United með það gott lið að sé svo stutt í það að þeir vinni eitthvað? Nei, þeir er easy í 4. og 5. Easy. Nei, easy hvað? Hvað með öll hinliðin? Hvað með öll hinliðin? Chelsea þú heldur bara rétti þjálfarinn muni komið Man United í 4. sæti. Já. Mourinho komið í annarsætið og hann segir þetta að vera, hvað segir besta ferlinum hans stærsta afreka ferlinum sá hann þarna sér það segir no og þú ert ekki að fara að fá Mourinho aftur, hvernig ætlar að fá? Ég er með strák, ég er með 6 favorit. Það er allt í nú komið í umröðina núna. Þeir bara greinilegt að ég er að nota secret á það. Thank you for listening. Ég er harður á því strákur eftir að ná langt. Já. Og hann er með þetta motherfucker element sem að ég þarf þarna. Hann mun verið í 3. dóm, 4. dómarum non-stop. Hér var að segja að kalla Cesc Fabregas strák. Þessi strákur. Ég meina, ég er búin að horfa á hann sem á 15 ára, sko. Ertu búin að horfa á mikið að leikjum með Como? Ég er búin að sjá bara aðeins af þessu, já. En ég get ekki sett í að horfa á alla leiki. Ég get allavega sagt þér það að Dennis Weiss var hann yfirmaður og var með held ég í ráðningunni hjá honum. Hann var ekkit sérstaklega hrifinn af karakterinu. Nei. Treyst honum ekki. Að þenni skítall. Ég vil fá skítall á Old Trafford. Bara einhvern og en ég get alveg lofa þér í það er ekki eina sem þarf á Old Trafford. Sjáum til, þetta er stittra góðu dagarnir, það er stittri í þá en þú heldur. Já, ég ætla að vona það, ég geti þetta ekki lengur. Jú, no winni blöðari. Nei, þetta er verið erfið. Þú varst í úrslitaleik síðast bara í vor, sko, slaka á. Já, hvernig fór hann? Hann fór ekki nógu vel. Nei. Við ætlum að tippa á þessa leiki og gera það sjálfsögum með Epic, tjekkja á því öllu Epic með Dr. Fútból. Þetta byrjar allt saman í kvöld, Bournemouth Fulham, Eiður byrjar, ég ætla að fá tölur, Bournemouth Fulham. 1-0. 2-1 Bournemouth. Leeds Tottenham. 0-2. 1-1. Arsenal West Ham. 3-0. 3-1. Manchester United Sunderland. 1-1. 2-1 United. Chelsea Liverpool. 0-0. 1-1. Aston Villa Burnley. 2-0 bara. Já, 2-1. Everton á móti Crystal Palace. 1-3. 2-2. Newcastle á móti Nottingham Forest. 3-0. 2-0. Wolverhampton Wanderers á móti Brighton and Hove Albion. 2-2. 1-2. Og Brentford Manchester City, stórleikurinn sjálfur. Brentford Manchester City 1-1. 1-3. Já, 1-1 og 1-3 þarna. Það er ekki verið með góðan sel núna.
I can Já. feel it. Þetta er aldrei trikki. Það klítur að koma að því einn daginn að Krista Pallas tapi. Það Já. getur ekki gengið svona áfram endrast og svo er þessi nýlegar í ár. Þetta er ekki svona einhverju sprelli nýlegar eins og við verðum með undanfærin ár. Nei, það er að koma sterkir inn. Já, spila bara gamaldags fótbolta. Já. Allt gamla dótið er komið aftur, löng innkost. Ég var ekki komið tími til, það geti ekki allir reynt að spila eins og City. Nei, Sá hann hvernig fór fyrir Burnley síðast þegar voru uppi. Já, eða Southampton, það var eiginlega ennþá verra. það var hræðilegt. Það var algjör hryllingur. Það er alltaf sigurvegar og lúsirar í hverju viku. Einar Á með Dóttor fútból, allt fyrir nýbygginguna hjá Einar Á Dalvegi. Sigurvegar í þessari viku, auðvitað Auðun Blöndal sem er að frumsýna nýja þætti. Og svo er það kaffihúsið, Kaffi Darmian eins og gárungatunum fann að kalla þetta. Ég heyrði það í dag. Kaffi Darmian er flott. Það er rosalegt. Já, er komin af? Það er ekki komin af. Nei. Það stetist. Það er með svona einhverja keppni, svona sett, þessi bíómiðar fyrir þann sem er með. Nei, það eru komin hann 2-3 nöfni í pottinn og það verður reitt af þeim. Það held ég sigurvegarar í þessari viku í þessu öllu saman hlýtur að vera Freyr Alexandersson sem að byrja þetta heldur betur vel og bara á Íslandi Hákon Haraldsson einnig. Víkingar eru vinnirar. Þetta sé óvægt að segja það. Eru þið með eigið einhverju sem við viljum sjáta sem vinnir í þessari viku? Tindastóll í körfunni, unnu Evrópuleik úti. Já. Ég þeim sjátt. Hólund. Rasmus Hólund. Rasmus Hólund, Já. hann fær shoutout. Já. Hann har ekki átt sem hann hefur fengið það hjá mér. Jú, er það ekki Það er ekki að gefa Rashford að líka. Nei, Rasmus lagði boltan til hliðar og kom mark. Töpið er ekki 1-2. Jú. En hann er með flesta stóðsendingar í Barcelona. Maður bjóst ekki alveg við því þegar hann fór hana. En er þetta ekki vikulegt shoutout eða? Jú. Já, Já. Með þessari stóðsendingu var hann stóðsendingahestur í liðinu. já, ég skil. Það var svona sjáttið mitt. Já, Í tapi. Í tapi. Sorry, hann er loser. Tekið þetta tilbaka. Nei, fleiri vinnirar. Hvað var að gerast í þessu? Æslandi er. Æslandi, já, það er Voru þeir ekki upp einhver 20% bara jú. morgunin sem við fengum fréttinar? Já, það er búið að koma ansi mörgu í smá laust loft en við erum að vinna í þessu öllu saman. Ekki engar áhyggjur af því, við erum að vinna í þessu öllu saman. Já. Við erum á leiðin til Marbella, engar áhyggjur, við ætlum að lifa af Ég landsleikjartíð. ætla að fá nokkra vildapunta fyrir þetta shoutout. Já, Það eru ykkur nokkra. Já. já, það er koma og gullkortið endur nýjast núna sjálfkrafa. Þarft ekki að fljúga neitt. Við slum fara í nei eða já, bara það, sko, spurningaflóðið. Vá. Nei eða já að sjálfsögðu með Icewear og eigum við nei eða já og Auðun Blöndal. Randy Jackson, ertu ennþá huge fan, Auðun? Nei, það var aðeins verið að dvína hann í síðustu seríun, men ég var huge fan þegar ég hitt hann. Það var ég alltaf að horfa á Amerikan Idol. Sko, það er náttúrulega mikið að grínur að það, ég ætla að leifa þeim líka að vera með. Þorberg Einarsson spyr, getið skipulagt hópferð til Tyrklands í hárigræðslu, tannlækningar og svo fótballtaleik geti heitið Hár, bros og takkaskúr. Þetta er mjög gott, ég færi í þá ferð. Ég fann að hallast aðeins. Smá golfi. Já, taka smá golf. Já. Var gaman þegar voru að slá hvort annan utan undir leiknum? Það var mjög gaman eftir tæmi. Já, það var... það er samt eitt Mér fannst það óþægilega gaman. Já. Að fá löðrungan. Það er náttúrulega, sko, nú langar þið að krúsa með eið Ameríku og fara með hann á milli veitingastaða. Það sem gerir mér eitthvað. Ég myndi ekki að hata það. Nei. Það er aðeins öðru í þessu ferð. Nú væri Prime Eiður að starta í Chelsea í dag? Já. Já, það er samanlega því. Nú er Auðun Blöndal á topp 10 við stærstu celebrity sem hún séð Eiður spyr hér. Á ævinni? Já. Nei. Nei, ekki. Ekki topp 10. Var Auðun Blöndal elskaður af Chelsea-leikmannum? Á veliðin. Ekki elskaður. En þeir elskuðu Sveppa. Þeir máliði það. Sveppi kom á undan og fer ennþá núna og tala við, þú veist, eldri kynslóðina sem ég spilaði með. Já. Þeir spyrir alltaf, where's Sveppi? Já. Síðast bara Gianfranco Solo spyrir, where is Sveppi? Já. Ég segi, hann er bara á Íslandi að vera eins og vera bara Sveppi. Já. Þannig að hann fær ástina, sko. Þannig að þið Sóla er ennþá vinir þó hann af einu sem satt og við svikið sig. Það er ókost ekki til hans í vestam. Við erum löngu búin að taka
knúsa það. knúsaði í burtu Var sóla þá það? Já, hann var mjög fúll hann var mjög ósáttur en það er eins og það er ekki hægt að hafa alla ánað Ég meina, annars hefði Harry Redknapp orðið brjálaður, þannig að ég var alltaf að stikja ykkur. Sko myndi 17 ára blöð ráðleikja 17 ára eyði að kaupa rauðan Honda Cube? Nei, ég myndi bara ekki ráðleikja neina það. Jú, allt í lagi að kaupa rauðan Honda Cube en ekki á 100% láni. Nei. Þú vorst að eiga eins og það voru svona mistökin í þessu. Bíllinn var allt í lagi. Bíllinn var nefnilega allt í lagi. Já. Förum aðeins niður, strókar. Þannig erum við Eiður, ertu með Messi í Símesoni? Nei, ég var með það. Já, þannig að við þurfum að heyri einhverjum öðrum við ætlum að heyri í honum. Nú, var Mark Bosnitz góður í klefanum? Nei, allt í lagi, bara fínt, bara stór furðulegur. Já, Ossi. Já. Það held ég já og fór Auður Blöndal að gráta þegar þínir menn töpuðu á Laugardalsvelli? Nei, ég fór nú ekki að gráta, en svekkjandi. Já, ég fer nú ekki að grenja þegar við töpum, það er vaksin upp úr því. Myndi Eiður koma í veg fyrir dagarleys í Chelsea-liðinu í dag, spyr allir fyrir sem þjálfari leikmaður liðsfélagi? Já. Já, ef ég hefði kannski 2 góða með mér. Já, hefði Blöðurinn náði jafn langt og Eiður á sínu fótboltaferli ef hann hefði valið boltan fram yfir grínið og sprellið? Nei. Ég hugsa það, já. Það er helvítið langt. Við munum aldrei vita. Ég veit að það var spurning til þín, Auðun, en ég segi nei. Nei, það segir svo. Þannig að það eru endurst og svo er hérna kannski pappiðin spilaði tíma með Preben Elger sem var í öðru sæti og einu sinni í 3. sæti í Ballon d'Or kosningunni fyrir utan að vera eitt svalasti leikmaður allra tíma svona allavega utanfrá séð. Hittur hann einhvern tíman, manstu eftir hann, var hann fínn í viðkynningu, var hann alltaf með síkú? Ég hef hitt hann en þá var ég nú bara orðin fullorinn. Ég var aðeins ungur þegar þeir voru að spila saman. Já. En hann var þekktur fyrir það að bara reykja 2 pakka á dag og var ekkert að fela það. Nei. Það var líka á þeim tíma sem þetta svona mátti. Já, heldur betur. Óhemju öflugur leikmaður þar, Preben Elger Larsen líklega kannski, já svona eitt af topp Norrlandabúunum í sögunni. Eiður, er Stoke tíminn, sísti tíminn sem þú spilað með einhverju klúbbi? Já. Og bara í lífi mínu held ég. Já. Innan sem utanvallar. Já, það var allavega, en það var... Nei, ég lík því, en fótboltalega séð alveg bara guð mig góður. En þú varst með spilakassa heimaður? Já, ekki spilakassa. Nei, svona Tekken eða NBA Live? Á með spilakassa sal. Já, spilakassa sal. Hver átti það? Já, húsið, Michael Richards. Þú kíkti nú. Já, það var áhugavert hús. Já, það var allt og stórt. En það var líka fínt, sko, þegar ég fekk heimsókn. Þá gáttum við komið mörgum fyrir. Já. Og þegar fjölskyldan kom, náttúrulega bara krakkarnir og allt. Og já. Ég hugsaði þegar leiði þetta að ég hefði meira verið að hugsa spilakassasalinn þegar að krakkarnir kemi heimsókn fyrir að hanga þar einn á kvöldin. Það var svona einn í pílu og einn í einhverjum fótbolta og tennisleik og eitthvað. Einn í Space Invaders. Já, skjóta. Fackmann. Þetta er betur. Við endum alla þætti á Elgrandi og það er bara löglétt spurningar fyrir þá félag. Síðast spurði ég hundategundir og þar var það Hjálmar sem að hann þekkti Iris Setter sem við áttum Iris Setter og hann var líka ruglar hann að þetta greinlega að var eitthvað brít hérna á Íslandi sem að bara var í rugli syndrom Snoddas Snoddas blessi minning hans blessi minning hans Kemi.is að sjósum með Dr. Fútból nú er það kissurnar Nei, það er ekki kissur. Það segja maður. Ég get ekki nefnt eina krakka. Ég átta mig á því að það er stórleikur Liverpool og Chelsea helgina. Ég ætla eins og bara til þess að því að ég er svo góð við blöðara minn. Það er nú eitthvað sem ég hef nú alla tíð gert, það er að vera næs við blöð. Og ég ætla að fá sami leikmenn sem að spila bæði með Manchester United og Chelsea. Því að þetta er svona ávera, nú er ég alltaf eins og maður er alltaf að reyna að vera sanngjarn. Og glæsileg velun í boði. Herru, þetta er... Ef að leifa að því að Eiður aðeins eldri, þú er bara 45, hann er 47. Já, 45, það er ekkit margt sem að þetta getur orðið stuðt. Já, en byrjum á
Eiður, má bjóður að byrja? Jú, það er búið að nefna 2 inn í þættinum. Já, bara, kontu bara með það. Byrjum bara á Verón. Verón. Hver var hinn sem búin að nefna þetta? Já, Markmaður. Já, hérna Bosnitz. næs. Já. Juan Mata. Juan Mata. Já, við skulum taka bara hérna Mark Hughes. Já. Gekkjaður leikmaður. Lukaku. Romelu Lukaku, hann var líka nefndur. Já, þetta er bara fyrir aðri sóraskránu og Hérna Bittu Já, Okkur er svona kaldur. M&M. Já, ekki verið að gefa of mikið, við slum leiðum maður þess að svitna. Varst það grínast? Það er nefnilega allir frábæri í svona leik í bílnum heima á sér, en þetta er erfitt þegar þú ert mættur á svæðið. Auðun Blöndal er mjög góður í öllum spurningakefnum. Já, ég bara skil ekki, ég er bara eitthvað frosin hérna maður. Ég er bara, þetta er svo leiðilegt útvarp pott þegar maður talar ekki, sko. Ég hérna... Það var allir kamerað sem nema þú. Ég er allavega komið 4. Já, bara, sko, þetta er leikur sem við Eiður spilum þegar við erum bara á flugvöllum. Veist, ég hef aldrei verið svona kaldur, það er eitthvað brainfreeze í gangi, sko. Já. Hérna, Chelsea og United. Já. Það kom einn í sumar. Eða í lóklukkans. Á síðast því. Ég er off. Frá Argentínu. Skoraði með hjólist. Hæ? Hann voru geðið mark með hjólist. Já, ég er bara eitthvað frosin. Ok, Garnacho. Já, Garnacho. Mason Mount. Mason Mount, jésús. Varstu með... Ég fór nú að hugsa, var ekki Ray Wilkins. Var það ekki öðlingur? Jú, algjör snýtt. Hvað, ok, Garnacho og Mason Mount, hræðilegt. Hvað hérna er eitthvað svona annað ábyrrandi sem er ekki svona nýlegt? Fjár var með einn ábyrrandi. Það er alltaf með listan. Já, ég má sjá. Þannig að ok, fyrir utan Garnacho og Mount, var ég þá ekkert að skýta það mikið? Nei, ok. Nei, þetta var... Svo voru með Ray Wilkins, svo var einn Paul Parker, mannstu þú húnum? Paul Parker, já. Hann var í Chelsea líka. Svo er þetta komið út í bara 50s, sko. Já, svo var þetta... Mal Donaghy, eitthvað. Garnacho og Mason Mount, jésús. Já, þetta þú er bara mannlegur. Já. Það er nú bara heila málið í... En með keppnisskap. Með keppnisskapið og blöðurinn, hann er eins og ég segi, það er fyrir alla sem er að horfa á plúsin hjá Sín. Ég er ennþá kallað stundu stöð 2. Við ykkur afsökunar. Þetta er inn hjá fólki. Sín plus. Minna sjálf mig í Doxon á morgun klukkan 20 mínútur í 2 þar sem við fylgjum eftir öllum leikjunum sem er í beinni. Minna auðvitað á bannaða hlæja þar sem að tvíhöfði eru gestir hjá Auðunu Blöndal. Hver er tvíhöfði og? Tvíhöfði, Herran Heitusmjör, Sunnevi Einars og Patrikur Hæni. Já, takk hérlega fyrir Stóttu Fútból, þakka fyrir sig, þakka Eiði Smára og Auðun Blöndal kærlega fyrir. Bullis Media tók þetta upp og sjá til þess að koma svo á YouTube, það eru snillíkar, verið sæl. Takk.